Vatn ferðast í óstöðvandi náttúrulegri hringrás. Það fellur sem regn úr skýjum, safnast fyrir í stöðuvötnum og gufar svo upp og myndar ný ský. Orkan sem býr í vatninu er því gríðarleg og í mörgum ám, vötnum og fljótum hefur hún verið virkjuð til að búa til raforku. En af hverju? Er það ekki óleitt vesen? Og hvernig er eiginlega gert? Lítum nánar á það. Sjá nú til. Vatn sem fellur sem regn safnast saman og rennur til sjávar. Orkan sem býr í vatninu losnar þegar það er á þessu renniríi sínu. Hana er því hægt að nýta til að búa til rafmagn í svokölluðum vatnsaflsvirkjunum, einnig oft nefndar vatnsvirkjanir. Þessi vatnsorka er endurnýjanleg orka. Það er jú til endalaust af vatni, þar sem það er í eilífri hringrás. En hvernig verður vatnsaflið að rafmagni? Það býr auðvitað mikill kraftur í stórri á eða fljóti sem fellur óhindrað í náttúrulegum farvegi. Þess vegna þarf að ná tökum á því, ef svo má segja, áður en hægt er að nýta það í virkjun. Það þarf að tryggja jafnan og stöðugan straum. Það er gert með því að stífla ána og búa til lón þar sem vatnið er geymt. Vatninu er síðan veitt inn í stöðvahús þar sem það knýr túrbínur sem snúast. Túrbína má segja að sé hjól með hólfum sem grípa vatnið og við það snýst hjólið. Túrbínan er svo tengd við rafal sem breytir snúningsorkunni í raforku. Rafstraumurinn er síðan leiddur úr stöðvahúsinu með háspennulínum og til notenda. Vatn rennur ekki aðeins á yfirborðinu, heldur einnig niður í jörðinni. Jarðhiti kemur til vegna kviku úr kjarna jarðar sem stöðugt leitar upp á yfirborðið. Á svokölluðum háhitasvæðum, þar sem jarðhiti er mikill, svo sem á Íslandi, hitnar vatnið og leitar aftur upp á yfirborðið. Þú veist alveg hvað ég er að tala um. Hveri og svona? Það má nota jarðhitan til margs nýtilegs. Til dæmis bakaði amma mín oft rúgbrauð með því að setja deigið í mjólkurfernu og stinga henni í jörðina á svona jarðhitasvæði. En það má gera fleira. Þar sem blanda af sjóðandi vatni og gufu streymir upp má gera svokallaðar borholur og nota gufuna alveg eins og vatn í vatnsaflsvirkjun til að knýja túrbínur og breyta þannig orkunni í rafmagn eins og áður var lýst. Gufan þéttist svo aftur í vatn að ferlinu loknu og er veitt aftur í hringrás vatnsins. Kostir þess að nýta vatn til orkuframleiðslu eru auðvitað þeir að vatnið er óþrjótandi og umhverfisvænt. Ókosturinn er hins vegar umhverfisáhrifin sem hljótast af virkjununum sjálfum. Stór landsvæði fara undir vatn þegar ár og fljót eru stífluð og við það tapast vistkerfi ótal dýrategunda. Sitt sýnist svo hverjum stíflurnar sjálfar og mannvirki sem fylgja virkjununum, enda yfirleitt mjög áberandi í óspilltri náttúru. Það á einnig við háspennulínurnar sem liggja yfirleitt langar leiðir frá virkjunum að notendum raforkunar. Ísland hefur yfir að búa gríðarlega mikilli orku sem hægt er að nýta og hefur það aðalega falist í vatns- og jarðhitaorku. Það er hrein og umhverfisvæn orka í sjálfu sér, en hafa verður í huga umhverfisáhrifin af framleiðslunni í heild sinni.